Við höldum áfram á jólalegu nótunum og ætlum að tala næst jólahelgihald og jólamessur og hingað til mín í setti eru komnir tveir prestar, Oddur Bjarni Þorkelsson og Sindri Geir Óskarsson. Verið velkomnir, strákar. Takk að þér. Takk fyrir það. Þið ætlið að vera með jólamessuna hérna á N4 á jóladag klukkan 1. Jú. Já. Hvernig leggst það verkefni í ykkur? Hér eftir leggst það bara mjög vel í okkur eins og við erum heila bara búnir. Já, einmitt. Þetta verða svolítið stressfrí jól bara. Já, Hvað þetta var þar, já. búnir að græja messuna og þetta er náttúrulega svo óvenjulegt bara út af ástandin í heiminum að þetta er náttúrulega ekkert með hefðbundnu sniði í kirkjunum frekar en annars staðar. Nei, þetta er eins undarlegt og hægt verður. Já. Það var óskaplega notalegt þegar við vorum að taka upp með ykkur hérna á N4 núna á mánudag þriðjudag að mega aðeins heyra jólasálmana flutta live en ekki að vínilplötu og aðeins að svona smakka á jólatóninu og þessu bara sem að við erum vanir fyrir jólin en fáum ekki þetta árið. Nei, einmitt, sem er og að ykkar mati auðvitað og margra annara svona bara ómissandi hluti af hátíðahaldinu. Já, ég verð að segja það, ég fann það eiginlega ekki hvað ég saknaði þess að sitja í kirkjunni og hlusta á kóru syngja fyrir en ég satt þarna og þau voru að syngja og maður einhvern veginn fann jólin bara svona setjast yfir sig. Já. Þannig að það er náttúrulega vonin að það skilir sér síðan til þeirra sem að fylgjast með á jóladag. Já, auðvitað. Og hvar tókuð þið upp messuna? Sko, umgjörð Guðþjónustunnar er Grundarkirkjan. Já. Svo dásamlega fallega kirkja hér í Eyjafirði fram. Og þar fer, sem sagt, Guðþjónustan fram, þar er predikunin og allt hátíðatónið og svona umgjörðin. En í öllum jólasálmum, þá fljúgum við út úr þeirri kirkju og heimsækjum kóra í öðrum kirkjum. Og sem eru sem sagt í þessu prófastdæmi, Eyjafjarðar og Þingeyjar prófastdæmi. Já. Þetta er gert með það fyrir augum að svona sem flest hér í kring, auðvitað ekki náttúrulega get ekki allir tekið þátt en svona sem flest hér í kring fái örlítla tilfinningu allavega fyrir svona sinni messu, fyrir sinni jólamessu að sjá aðeins og heyra kórinn sinni eða klerkinn sinni eða og þar fram til göttunum. Í svona hlutdeild í messunni? Já, svona aðeins að færa fyrst að við getum ekki haldið hefðina og fólk komið og haldið þá hefði að koma að við færum þá hefðina heim í stofu til fólksins svona eftir fremsta megnið því sem hægt. Já, einmitt. Hvernig er þetta hjá ykkur eins og fyrir þessi jól núna þegar það er kannski aðeins rólegra í helgihaldinu en sko, það er náttúrulega það er yfirdrinu nóg að gera og þessum ástíma til dæmis það sem eru aukist finnst mér eru sálgæslu spjallið, dálítið, svo er fljótlegra að mæta á staðinn og gera hlutina eins og þú veist helgihaldið heldur en að taka það upp, klippa það til og snikka, hljóðblanda, senda út og svo framvegis þannig að þú veist það koma verkefni í stað þeirra verkefni sem voru. Hins vegar þegar að kemur að jólunum sjálfum þegar hátíðin gengur í garð þá verður allt svolítið undarlegt hjá okkur. Til dæmis það að við fáum þessi jólin að öllum líkindum að sitja með fjölskyldunni og borða jólamatinn, heitan. Ég verð að segja, ég var svolítið stressað fyrir þessu. Þetta er náttúrulega bara önnur jólin sem ég er prestur hérna heima. Já. Svona hvernig þetta yrði að vera ekki bara með fjölskyldunni á aðfangudagskvöld. Þannig að ég fæ að upplifa það núna. Já. En kannski ekki næsta ári. Nei, ólíklega. Nei, einmitt, það verður, við skulum vona það verður allt orðið svolítið eðlilegra þá en það er núna. Já. Þetta er maður hefði aldrei órað fyrir því að þetta er veruleikinn. Nei, þetta var alveg nógu grillað síðustu páska og maður var ekkert fann að hugsa þetta verður svona jólin. Nei. Við erum bara ekki nógu svartsýn til þess. Nei, akkúrat, við erum allt og bjartsýn þegar þetta reddast viðhorfið er of sterkt í þjóðarsálinni held ég. Já. Sem er kannski bara ágætt, þá maður ekkert að velta sér upp úr því heldur fyrir en að því kemur. Ég held að við þurfum að bjartsýn að halda, ég held að vonin sé eitthvað sem við höldum fast í hana. Von og trúin, það er alltaf mikilvægt. Og þetta er alveg að hafast. Já. Við þurfum að halda í okkur svolítið. Og verður ekki, hvernig tilfinningu hafið þið fyrir 2021? Haldið þetta verði ekki bara bjart framöndan? Jú, ég hef nú að segja það. Ég allavega svona leyfi mér ekkert eins og þetta segja, að hugsa þetta allt of langt. Maður er einhvern veginn svona bara treysti því að þetta sé að fara að reddast fyrir okkur. 2021 er frábært. Já. Ég er 50 ára næsta ári.
Já. Og ég var afmælið það seint á árinu að það var orðið partífært 2021 er mjög gott. Já, þetta getur ekki klikkað. Og ég get þetta, ég var að spjalla við manneskju áðan sem að hefur nú sopið ýmsa fjöruna og ýmislegt hefur á dagana drifið. Hún hefur valið sér dásanlegt lífsviðhorf sem það, hún hefur búin að fullkomna æðruleysi. Það að hún vaknar á morgnana, hún tekur því sem gerist í dag, hvort sem það er neikvætt eða jákvætt, hún afgreiðir það, hún ætlar að leggja sátt á koddann og svo tekur hún á móti 9. degi. Já, það er eitthvað sem við ættum öll að tilengja okkur, ef við getum. Ég satt allavega og hlustaði og lærði. Já, einmitt. Já, ég held að það sé örugglega bara heilbrigt viðhorf til þess að fara með inn í nýtt ár eftir þetta annus horribilis sem að líða, já, komið á enda stöð, svona nánast. Nákvæmlega, og kosturinn 2020 er að næsta ár getur ekki sökka meira. Nei, ég vona að það sé rétt. Vili, það verður þannig. Það verður þannig, já. Þetta væri kvikmynd, þá væri núna klippt í hörmungarnar. Nákvæmlega, við erum hérna, ef þetta væri bíómynd, þá væri við núna á, þú veist, svartnætti réttar morgunin rís og point of no return og allt það. Já, einmitt. Þetta getur ekki klikkað. Ég er alveg sammála. Og eru þið búin að ákveða svona hvað þið ætlaði að hafa í matinn og svona fyrst verðið heima bara um jólin? Bara klassík sko, hamborgarhryggur og allt sem tilheyrir. Já, ok. Ég held að þú ekkert að fara eitthvað út fyrir ramman í því. Ok, ég ætla að pönga. Nú, hvað ætlar að gera? Við ætlum að pönga. Það hafa verið hamborgarhryggur hjá minni fjölskyldu, það er að segja konunum minn og hennar fólki alltaf ævinlega. Þessi jól, fyrst ég verið heima, þá ætlum við að elda önd. Já. Einmitt. Ekki langt að sækja þér. Ekki langt að sækja þér. Akkurat. Frábært. Vel líst vel á þetta hjá ykkur. Það er að gera breyta upp á einhverju nýju og skemmtilegu. Já. Ég ætti að taka mér þetta í fyrirmyndar. Ég hef ekki... Hvað þú hafa? Ég er einmitt svolítið bara, hef verið svolítið hamborgarhryggs megin. Ég bara er ekki alveg búin að ákveða hvar ég býð mér í mat á dag. Það er svo nokkrir möguleikar. Það bara að sjá hvar besti matseðillinn er eiginlega. Þú aldrei alveg vaxið upp úr því að hringja ömmu á að spyrja hvað er matinn hjá ykkur? Nei, og svo systkini mín eru svo miklir sælkerar og svona, ég ætla bara... Þú tekur bara leila klifum og svo. Já. Langskýrsallegast held ég. En ég hlakka mikið til þess að sjá hvernig messan kemur út, svo við vindum okkur nú í þáttur. Þetta er svona, hún er svona í grunninn bara með frekar hefðbundnu sniðir. Þetta kemur ekkert mikið á óvart í... Ekki svona plot twist. Nei, við fórum ekki neina sérstaklega cliffhanger og við klárum hana. Þið kláruð það, já. Nei, hún er náttúrulega, hún er hefðbundin hátíð þjónusta að öllu leyti nema því náttúrulega að við komum svolítið víða við. Hún er svona svolítið collage. Já. En hátíðleikin er þarna, fallegu jólasálmarnir eru þarna, góða predikurinn er þarna. Ég vona helgin skili sér heim í stofu þannig að hún hlýtur að gera allt sem prýðum á góða jólaguðþjónustu á að vera þarna. Eins og 2021 þá held ég að þetta geti bara ekki klikkað hjá ykkur. Og bara kæra þakki fyrir að koma hingað til mín og spjalla um þetta og bara gleðileg jól. Gleðileg jól.